Heyrðu, þarna svona crucial moment þarna undir lok leiksins, byrjunarstafsöfi. Þið fá á sig 5 sekúndur og þú æðir allan völlinn, bara getur þú lýst tilfinningunni þegar svona, þetta búin að loka þessu öðru? Já, bara, ég finn svo gaman að spila vörn og stoppa að ég fæ ekstra ánægju þegar það gengur upp. Og þarna var bara, já, þetta eitthvað svona bara heat of the moment, sko. Þú bara minna mig á þetta, ég var bara búinn að gleyma þetta, sko. Þannig að, já, vissum þetta að þeir þurftu að skora til að hafa eitthvað séns og við náðum að skiptum bara mjög vel og 5 sekúndur og það var bara, já, það var þetta komið, sko. Það talar vörnina, vörnina geggjuð. Ég meina, þriðjuleikinn fannst mér einmitt verið aldrei sýningin hjá ykkur, þið bara lokuðu á það, 16 stig á móti 30 í ykkur. Svona, hversu miklu máli skiptir þessi vörn fyrir að koma ykkur svona yfir innan, bara koma ykkur svona langt fram úr það? Öllu máli, sko, bara eins og við höfum búin að tala sko, í þessum leikjum sem við höfum verið að tapa í deildinni erum við oft lengi í gang varnarlega. En einhver tveir leiklutar, 1,5 leiklutar á góðri vörn, þá erum við alltaf inn í leikjunum. Og vantar eitthvað svona lítinn hæslumun að klára en ef við mætum skilur við bara ready og klárar að spila fyrir einhvern annan í vörn og þá verður þetta svo miklu auðveldara að spila vörn og miklu skemmtilegra og þá kemur sóknin miklu svona, hvað segir maður, svona íslenska orðið verið þetta svona að sjálfum sér. Bara svona fáum hraða sóknir, fáum keirarhraðan. Eittlera vöru. Já, eittlera skilur við bara svona þægilegt svona þóttu sumum finnst hundlegilegt að spila vörn. En við erum hérna með 2 eða 3 sem finnst það ógeðslega gaman, þannig að við þurfum bara að halda áfram og sama gamla tuggan, bara byggja ofan á þetta og tekur eftir og svo smá frí og bara, já, bara geggjað. Það er mikil orka í svona mikla leikja, þeir eru auðvitað aðeins svona að spila þetta í þunnu line-upi, þannig séum við núna. Getið talað eins Jordan, nýja leikmanninn ykkar, þannig hvað, búinn að náðu 2 æfingum, kemur frá með flugar frá Kína, þú veist svona. Já, svo sagði við Siggeir á hana, lappirnar á hann séu ennþá einhvers staðar í Austur-Evrópu. Skilur ef ég þurfti að fara í 48 tíma flug og fara beint á æfingu, ég var búinn að leggja mig inn á spítala, sko. En hann lúkkar, sko, hann með hrein, hann kann körfubolta. Það tókum bara eftir því strax á hann kom. Þannig að þetta er bara geggjað. Leðu allt blóðið komið í lappirnar á hann, það er bara flott. Það var geggjað. Það var bara 1 leikur eftir og svo fór jólafrí. Já. Kæmt yfir ljónum.